Góðan dag, góður hálsar og eru velkomin með okkur í Káa spjallið. Við erum sest niður með Stefáni Guðnasyni, yfirþjálfara yngri flokka Káa í handbolta. Stefán, hvað segirðu? Ég segi bara fínt. Fallegur dagur. Nú var lokov yngri flokkana haldið nýverið og það var mikið gleði og mikið af fólki mætt. Hvernig er veturinn búinn að vera? Hann er búinn að vera flottur. Búinn að vera skemmtilegur flokkur. Við erum búinn að bæta árangur síðast. Nei, við erum svona búinn að jafna næstu því árangur síðasta vetur. Við vorum með aðeins fleiri titla síðasta vetur en miðað við hvar við erum stödd í ferlinu þá er framgangurinn góður og það er björt, það er svona bjart útlit í handboltanum fyrir næsta ár. Og þú sjálfur, þetta er búin að vera í fullu starfi, fyrsta skipti sem er svona formlega yfirþjálfari í fullu starfi. Þetta hlýtur að hafa verið spennandi og tókst við þessu? Mjög spennandi þegar ég tók við þessu. Orðið svolítið þreytt í mars þegar maður var að fara 16. ferðina sína suður. En virkilega skemmtilegt, virkilega lærdómsríkt og skemmtilegt. Maður er búin að vera svona hálfgerði verkefnastjórn hérna upp frá og bara búið að vera frábæru vetur, mjög skemmtilegur. Og þannig að þú telur það að vera í gæfuspor fyrir úlingar að handklæðstildar að fara í það að ráða yfirþjálfari í fullt starf? Sko, miðað við áreitið sem búið að vera á mér, það er að segja tölvupóstar, símhringingar og annað á öllum tímum sólarhrings, sem er alveg merkilegt með að þetta er handbolti yngri flokka. Þá trúi ég ekki öðru heldur en að þetta hafi verið þægilegt fyrir unglingaráðið og þó sem reyður mig að hafa einhvern hérna plúsa fyrir hina þjálfarana að það sé alltaf einhver fastu punktur sem er leitt til. Hérna áður fyrir þá var þetta svolítið, já talaði þennan, talaði þennan og þetta svona gekk áfram. Núna var ég bara í rauninni endastöðin sem að var komin til með verkefni eða spurningar og annað og auk þess sem að, já, þannig ég trúi ekki öðru heldur en að fyrir bara fólkið í unglingaráðinu hafi þetta verið þægilegt, fyrir þjálfarana hafi þetta verið þægilegt og síðan vonandi allavega það sem ég hef verið að vinna að í vetur muni svona leiða að sér áframhaldi velsæld fyrir handboltann. Það var kannski að koma næstu. Það lítur að vera ákveðin þægindi og lítur að skapa betra umhverfi að hafa svona eina yfirstjórn og meira kannski hægt að koma meiri skipulagi á þjálfun og meira samræmi milli flokka og svo framvegis. Já, það er tvímælalaust. Það var svona veturinn í vetur það er svona verið að þróa mig áfram í því og það sem ég skil eftir mig verður vonandi svona gott haldreipi í því hvernig best er að samræma flokka ár frá ári og þjálfunina fyrir og annað. Við eignumst eina Íslandsmeistari í vetur, 15 flokkur karla eldra ár. Annar eru þessi strákar Íslandsmeistarar. Er þetta efnilegir strákar? Já, segir sem náttúrulega sjálft, Íslandsmeistari 2 ára röð en það er ekkert nóg að vera, það er auðvelt að vera Íslandsmeistari í 15 flokk. En þannig séð, þeir þurfa að halda áfram, þeir þurfa að vera duglegir og þeir náttúrulega, þeim finnst ég örugglega hundleiðilegur því ég er sífellt að minna á það að á næsta ári þá lenda þeir í stórum og sterkum strákum líka, þeir hafa verið það, þeir eru stóra og sterkir. En þetta er samt gríðarlega flottur hópur, gríðarlega. Og þeir eru mjög efnilegir, það er bara, þeir þurfa bara að halda áfram, þeir mega ekki halda að þetta sé bara komið, þeir séu bara klárir núna, þeir séu bara orðnir fullmótaðir handboltamenn. En þeir eru vel og velkomnir og flottir, en bara vera fókuseraðir áfram og æfa og hlusta og þá þeim allir vegið fær. Þjóðfélagsumræðan hefur ekkert farið varhlutan af því að það er búið að tala um handbolta sem jaðarsport. Við erum ekki sammála því, hvorki ég eða þú og sannast kannski best í gær í úrslitaæmi Hauka og Afturöldingar fyrir fram að 2500 manns á Ásvöllum. Handboltinn þarf hins vegar að kannski þróast pínu með samfélaginu eða hefur kannski orðið pínu undir í einhverju baráttu, ég veit það ekki. Hvað sér þú fyrir þér? Ja, fyrst sem við þurfum að gera er að breyta því hvernig handbolti er spilaður í skólunum. Margir krakkar fá fyrstu upplifun sína að því að spila handbolta í skólakerfinu eða í skólanum í leikfimi og þar erum við að lenda í það sem er spilað 6 og 6, boltinn gengur hægt, það allir þurfa að fá boltnan, það er bara nánast labbað fram og tilbaka, það finnst einhver þetta skemmtilegt. Handboltamenn eða þeir sem er að æfa handbolta og fara í handbolta í skólanum finnst það sjálfna skemmtilegt því að þetta er svo allt öðruvísi þar sem þeir eru vanir á æfingum út að það er tæknin meiri. Handbolti er tæknilegt sport þar sem þú þarft 2-3 vikur fyrir að byrja til að tilenga bara þessa grunntækni öfugt við þessu körfuboltann og fótboltann svo bara getur hreinlega að labba inn á völlinn og byrjaði að spila með. Þannig að handboltinn er undir hvað þetta var. Það tekur aðeins meiri tíma að komast inn í þetta. Ég hef verið að reyna að kynna og fleiri, það er HSI núna komið í átak að koma með softball heitir það.
sem einfaldari útgáfa af handbolta og mun hraðari og skemmtilegri. Og þetta það sem við eigum að krefast þess að það sé kennt í skólunum. Sem dæmi þá ætlum við að vera hérna í KA næsta haust með softball mót í skólunum fyrir grunnskóluna sem að verður svona bara bekkja eða keppni milli skóla og við erum að vona það íti aðeins undir áhugan hjá krökkunum enn frekar. Nú þú persónulega að láta störfum og þú ert að flytjast erlendis. Hvað tekur við hjá þér? Ég bara að fara í skóla, ég að fara í stjórnun í Lundarháskóla. Þannig að síðan ég eignast annað barn, þannig að ætli að taka ekki bara við hjá mér óttalega rólegu tími. Ég verður meira heima hjá mér heldur en ég búin að vera og það kannski að sinna börnunum mínum og dútla mér í skóla þess á milli. En handbolti? Það svona, ég svona að gera upp mig. Það eru möguleikar í stöðinni. Þú ert eftirsóttur? Já, ég það nú ekki en ég hef valmöguleika og ég að gera upp með hvort ég vil kannski taka mér 1 ár bara í pásu þar sem að ég að eignast annað barn og flytja til Íslands og fara í mastersnám. Þá spurning hvort maður ætti kannski að setja aðeins á pásumerkið. En að lokum, Stefán, takk kærlega fyrir spjallið, vegniði vel á nýjum slóðum og hafa það sem allra best.